Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hérna á Gamla Bauk, en á Húsavík ógrynni af spennandi stöðum til að heimsækja og einn þeirra könnunarsafnið sem klárlega eitt frumlegasta safn landsins. Hjá mér sestur einn aðalmaðurinn þar, eða bara aðalmaðurinn þar, Örlygur Hnefill, velkominn. Sæl. Fyrir þá sem þekki ekki safnið, ertu til að byrja að segja mér aðeins frá bara svona safninu og hugmyndina á bak við það? Já, hugmyndin í rauninni kviknaði af því að fyrir 50 árum, þá voru amerískir geimfarar sendir hingað á þetta svæði til að æfa sig fyrir ferðina til tunglsins og okkur fannst svona lítið fjallað þetta í raun og langaði til að gera eitthvað þetta, fórum að safna gripum og munnum og úr varð sýning 2011 æfingar geimfarana hér. Þegar hún var afstæðan þá einhvern veginn fengum við vilja til að gera meira með þetta, vinna með sögu bara landkönnun í heild sinni, þar að segja ekki bara þess að ferði til tunglsins sem eru kannski einn leggurinn af því, heldur bara tengingar sem við höfum hér, pólfara sem voru hér, komu hingað til æfinga þegar keppt var á pólana og víkingasöguna sem náttúrulega tengist þessu svæði sterkum böndum. En þetta svona safn sem fjallar almennt könnunarsögu. Og könnun eða landkönnun getur verið á marga vegu. Já. Þannig að þetta kannski býður upp á einhverja viðbætur í framtíðinni. Já, það nú svo merkilegt með það að við vitum meira yfirborð tunglsins til að mynda heldur en hafsbotnana hér á jörðinni. Já. Jörðin er 70% þakin hafi og það einungis 5% af hafinu sem við höfum kannað ítarlega. Þannig að þar til dæmis liggja mikið landsvæði ókönnuð bara hér á okkar eigin plánetu. Þannig að það verður kannski komin sérsýning hafið. Það eru margar leiðir í þessu þema. Þið opnuðuð í maí í fyrra. Hvernig hefur aðsóknin verið síðasta árið? Hún hefur verið mjög rísandi. Hún fór nú bara satt að segja mjög hægt af stað þetta fyrir opnunin í fyrra. En sumar hefur verið alveg sprenging í þessu hjá okkur og náttúrulega með aukinni umfjöllun og erum komin inn í bækur, ferðamannabækur og svoleiðis. Og svo bara seinustu vikur eftir að við erum búin að standa í verkefni þar sem við fluttum hér inn geimfara og Armstrong fjölskylduna og erum búin að ferðast með þeim á landið. Og síðan að það verkefni fór af stað þá var eiginlega sprenging í komum Íslendinga sem voru ekki duglegir í fyrra en það hefur mikið af heimafólki og Íslendingum komið hér. Og erlendir túristar duglegir að mæta? Já, og mjög áhugasamir. Þetta er spennandi, fólk að fara út í eitthvað óþekkt og það alltaf ákveðin spenna í kringum það og það gaman að fjalla þessar sögur og gaman að lesa þær og kynnast þeim og miðla þeim áfram. En þú varst að tala þetta ferðalag sem þú varst að koma úr. Segðu okkur aðeins frá þessu rosalega ævintýri. Já, þetta búið að vera mikið ævintýri. Það var sem sagt þannig að fyrir 50 árum, núna í júlí, þá kom fyrsti hópurinn af geimförum frá NASA hingað á þetta svæði til að æfa sig fyrir tunglferðir og markmið þessar æfinga var fyrst og fremst það að þeir myndu ná betri skilningi á jarðfræði. Þetta voru allt saman hermenn eða meira en allt saman hermenn. Höfðu litla þekkingu á jarðfræðinni og það snerist málið að koma með góð sýni tilbaka við yfirborð tunglsins og NASA taldi það að hér á Íslandi myndu þeir finna kannski mesta fjölbreytni á litlum svæðum þannig að þetta verið hentugur staður til að senda geimfaraefnin hingað til æfinga og komu hér 32 ungir menn. NASA á þessum árum voru ekki búin að senda konu í geimferðirnar, það voru Rússarnir sem tóku frumkvæðið í þeim efnum. Já. En komu hér 32 ungir amerískir piltar og voru hér að æfa á hálendinu og eins og ég segi, sumar 50 ár frá því að fyrir hópurinn kom og okkur fannst bara tilvalið að bjóða þeim sem væru ennþá í góðu fjöri að koma hér og endur upplifa þetta. Ég er með lýsingu á öllum þeirra æfingum og hvað þeir voru að gera hér. Og 3 komu hingað, Rusty Schweickart, hann var í Apollo 9, fyrstu til að fljúga tunglferjunni og fyrstu til að prófa þennan búning sem þeir gengu á tunglinu. Walter Cunningham var í Apollo 7 sem var fyrsta flugið af Apollo-áætluninni, mannaða. Og Harrison Smith sem var 12. og seinasti maðurinn til að stíga fæti niður á tunglið og ganga þar á yfirborðið annars hnattar sem við höfum síðan ekki heimsótt síðan. Þannig að það var virkilega gaman að ferðast með þessum gamlu geimförum en svo buðum við jafnframt Armstrong fjölskyldunni, öllum afkomendum Neil Armstrong að koma hér. Armstrong átti 2 syni og reyndar eina dóttur sem lést barnaaldri og þeir eiga hvorum sig 3 börn og komu hér með mökum hingað til okkar og slóist í för með gömlu geimförunum og krökkunum fannst þetta gaman að sjá svona þessa hlið á þjálfun afa síns. Þau náttúrulega alast upp við það að eiga þennan heimsfræga afa sem Neil Armstrong var og sjá þessar myndir sem birtast náttúrulega í fjölmiðlum af honum alltaf en þetta var svona nýtt fyrir þau að sjá þessa þjálfun. Og uppi við Nauthækil þá lét ég krakkana fara í það sem geimfararnir kölluðu The Moon Game. Þetta voru allt saman mjög kappsamir ungir menn og það þurfti einhvern veginn að fá til að hætta að horfa upp og horfa niður í jörðina og jarðfræðina. Þetta voru náttúrulega flugmenn
og jarðfræðingarnir þróuðu leik þar sem þeir áttu að var rauninni keppni milli þeirra í því hver geti tekið bestu sýnin. Og þetta gerðum við með krökkunum, barnabörnum Armstrongs, og þeim fannst virkilega gaman að prófa þetta. Svo í rauninni í lok þessari ferðar þá færðu Armstrong bræður, þeir færðu safninu alveg stórmerkilega gjöf. Það var þannig að hver geimfari í Apollo-verkefnum fekk örfáa svona patta sem merki ferðarinnar. Einn var settur í innri búningin og hina fengu þeir bara að varðveita. Og þeir sem gáfu safninu Apollo 11 merki afa síns, eða föður síns. Sem hérna og það hér á borðinu. Og mér líður svolítið eins og manni sem búinn að safna eftirpöntunum á Mónu Lísu alla tíð og svo allt inni maður með alvöru myndina fram af sig. Þetta er í rauninni alveg ótrúlegur hlutur og virkilega rausnarleg gjöf sem þeir gefa safninu. Ótrúlegur fengur fyrir ykkur. Og henni verða náttúrulega gerð góð skil þegar þarna við hliðina á steini frá tunglinu sem eru með til sýnis í safninu. Þið opnið bara fyrir ári síðan og nú ertu komið þetta í hendurnar og færið allt þetta fólk hingað til landsins. Áttirðu von á þessu? Ekki svona hratt. Ég skal vera alveg hreinskilinn með það. Ég hafði þetta stóra drauma í sambandi við þetta verkefni og hef reyndar enn stærri drauma sem kannski komast í fréttina seinna en þetta að ganga miklu hraðar en ég átti nokkuð tíma von á. Og þau voru svo ánægð að fá þetta boð og öll spennt fyrir að koma til Íslands. Geimfararnir sögðu þeir áttu svo góðar stundir hér á sínum tíma og Armstrong fjölskyldan náttúrulega spennt að sjá hvar pappinn og afinn var að æfa, þannig að þetta var bara lukkaðist gríðarlega vel. En nú erum við að tala um menn sem hafa farið til tunglsins. Hvernig fannst þeim að vera á Íslandi? Þeim fannst þetta gríðarlega gaman og ég heyrði það sérstaklega á Harrison Smith sem að gekk á tunglinu að hann talaði um það að það sem að þeir lærðu hér, hann reyndar hafði jarðfræði bakgrunn en flestir höfðu það ekki og það sem að geimfararnir lærðu hér var í rauninni skiptið miklu máli í sýnatökunni. Þeir fengu svo, í rauninni var kannski Íslandsferðan sem kveikti loksins alvöru áhuga hjá þeim á jarðfræðinni og þeir áttuðu sá því að þeir sem myndu standa sér vel hér í æfingunum á Íslandi, þeir ættu meiri séns á að komast í túnferðirnar. Það voru margir sem kepptust að því að komast í þessar ferðir, þannig að þeir lögðu sér alla fram hér, það kom alveg fram. Og þið fóru með þá upp á Holuhrauni? Já, okkur langaði til að sýna þeim ekki bara þessi gömlu æfingarsvæði, heldur sýna þeim eitthvað nýtt og eitthvað glænýtt og í jarðfræðilegum skilningi þá er Holuhraun náttúrulega bara nýfætt og það var virkilega gaman að labba með þá upp á hraunið. Harrison Smith sagði þegar hann kom niður á hrauninu, ég hef gengið á tunglinu aftur og auðvitað er náttúrulega jarðfræðin svo sem ekki líka en honum fannst bara svo merkilegt að koma inn á alveg glænýtt land sem var verið að hann náttúrulega gerði það á sínum tíma á tunglinu, þá kemur hann á stað þar sem enginn hefur gengið á því svæði sem hann kannaði og í rauninni gerir það þarna, það eru fáir búin að fara upp á þetta hraun og þau náttúrulega heilluðust alveg af því að finna ylinn sem kemur ennþá upp úr hrauninu, þetta er náttúrulega mjög lifandi svæði en það var virkilega upplifun fyrir þau og ekki síður fyrir okkur náttúrulega. Ég skal trúa því. Hvernig er opnunartími safnsins í sumar? Safnið er opið á sumrin frá 9 til 6 á daginn, alla dagavikuna og frá 2 til 4 á vetratímanum og bara það er allir velkomnir. Og þeir eru með opið núna mærudagshelgina? Já, það er opið alla mærudagina. Ætlarðu að skella þér á mærudag? Ég ætla reyndar að leyfa þeim sem vinna hjá mér að vera í fríi helgina, þannig ég ætla að vera sjálfur á vaktinni vaktinum helgina. Þannig að þeir sem vilja koma að hitta mig þar og kannski sjá þennan patta, þeir geta gert það. Já, það vilja örugglega margir sjá þetta. Ég ætla aðeins að koma við, bara til þess að hafa gert það. Ég þakka þér bara kærlega fyrir komuna. Takk fyrir.